sæl. Viðfangsefni þáttarins í dag nýja barnið. Við ætlum að spjalla eftirfylgd og samfylgd heilsugæslunnar við verðandi og nýbakaða foreldra. Og ég ætla að fræðast það mikilvæga starf sem að kallaðist einmitt nýja barnið og fór fram hér á heilsugæslunni á Akureyri og ég tel að hafi verið alveg gríðarlega dýrmætt fyrir, bara ekki bara fyrir nýja eða nýbakaða verðandi foreldra heldur samfélagið allt og framtíðar kynslóðir vegna þess að þetta starf varðaði í raun líðan stórfjölskyldunar því að það skiptir máli að nýbökuðum foreldrum líði vel. Það skiptir máli fyrir ömmu og afa og systkini og fleiri og líðan hvers einstaklings í fjölskyldu hefur svo víðtæk áhrif. Þannig að þetta ómetanlegt þegar að svona þjónusta í boði og mér langar að fræðast örlítið meir hana. Og ertu hjartalega velkomin, Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, fjölskyldufræðingur sem að starfaðir á heilsugæslunni hérna á Akureyri í þessu verkefni nýja barnið ásamt Karolínu Stefánsdóttur og þið voru þarna 3 með fjölskylduráðgjöfina, þú og Karolína og Íri. En nú liggur fyrir þess að það búið að leggja þetta verkefni niður, það ekki? Hvernig? Það kannski liggur ekki alveg ljóst fyrir. Að einhverju leyti búið að leggja það niður þar sem hluti af verkefninu var alltaf fjölskylduráðgjöf. Já. Og nú engin fjölskylduráðgjafi lengur. Nei, nú engin fjölskylduráðgjafi lengur starfandi hérna á heilsugæslunni. Eða allavega, eða Íri að fara að hætta vegna aldurs og ekki hefur verið auglýst eftir fjölskyldu. Þannig að verkefnið eins og það var svona... ekki eins og það var. Nei, það er ekki í sömu mynd og það var. Nei. Og þess vegna langaði mig, að því ég var búin að frétta af þessu, þá langaði mig svo til að fá þig til þess að segja okkur svolítið frá því hvernig þetta verkefni nýja barnið fúnkeraði eða hvernig það var og hverjum það bauðst og hvað gagn það gerði. Þannig að ef þú vildir aðeins bara segja okkur frá því, það ekki víst að allir kannski hafi átt að segja á því að þetta væri í boði á heilsugæslunni. Nei, ég kynnist þessu verkefni 2013 þegar ég fer að vinna þarna. Ég var þarna í 3 ár og þetta eiginlega ótrúlega mikið frumkvöðla starf sem var unnið þarna. Þetta í raun og veru að verða 30 ára verkefni og þetta var svona auka þetta var svona auka við venjulega mæðravernd. Já. Það ákveðin mæðravernd sem þarf að vera, en þetta var svona alveg ekstra. Og þetta fólst í því að þetta var byggt upp þannig að þetta var alveg þverfaglegt. Það var fjölskylduráðgjöfin og heimilislæknar, mæðraverndin og ungbarnaverndin sem unnu saman í þessu. Og öllum ófrískum konum sem komu í mæðraverndina var búið að taka þátt og langsamlega flestar tóku þátt í þessu. Og þá var þetta þannig að þá fórst í svona ítarlegt viðtal, þegar var búið að fara í svona ítarlegt viðtal til þíns heimilislæknis. Og hugsunin var svo að þú fer til þíns heimilislæknis og hann þekkir þig best. Sem að og þá það metið í viðtalinu og læknirinn og þú metið það bara svona svolítið saman. Hver þín stað þú veist, áttu einhver óunnin einhver áföll sem að getur fara að poppa upp, erfið æsku eða eitthvað slíkt sem að reynist fólki oft mjög erfitt þegar það sjálft síðan að fara að eiga börn. Eða ofbeldisreynslu eða reynsla þegar það voru fyrir slíku kynferðisofbeldi öðru. Og bara þannig reynslu, eitthvað svona erfiða reynslu sem að þarf að vinna betur úr eða huga sérstaklega að á þessu viðkvæma tíma. Eða bara aðstæður. Hvernig þín aðstæður í dag? Eru þær flóknar eða erfiðar og svo framvegis. Þannig að ef fólk eða fjölskylda þurfti ekstra stuðning þá var það með til hvað myndi henta best. Og þá var það hvort það væri þá eitthvað kannski líkanlegt sem var þá bara aukinn þéttleiki í skoðunum hjá ljósmóður eða lækni eða upp á fæðingadeild. Eða ef það var eitthvað sem var félagslegt, þá var komið á samskiptum við fjölskyldudeildinni í Akureyrarbæ. Eða
eða þá í viðtöl hjá fjölskylduráðgjafinni, inn á heilsugæslunni, í stuðningsviðtöl þar. Já. Og það er það úrræði sem er í raun dottið út. Já, það er það úrræði sem er dottið út. Það er þau viðtöl. En það eru sálfræðingar samt sem aða starfandi, er það ekki við heilsugæsluna? Það er að koma inn núna, sálfræðingar að starfa. Og það sorglega er að það er náttúrulega mjög gleðilegt. Og mikil tilhlökkun að fá það úrræði inn á heilsugæsluna. En það sorglega er að fjölskylduráðgjafinn dettur út á sama tíma. Vegna þess að það hefði verið svo frábært að hafa breiðari þjónustu. En ekki að eitt færi út og annað kom inn. Nei. Og líka vegna þess að það sem var alltaf í þessu nýjabarnsverkefni og þegar við erum að vinna með verðandi foreldra eða nýorðna foreldra, að fókusin er alltaf barnið og að fá barnið með og vinna tengsla með það. Og það er alveg ákveðin fræði að vinna tengsla með það og það er þannig sem hefur alltaf verið unnið í þessu verkefni. Og það er unnið fyrir barnið. Og þetta er í raun er þetta forvörn fyrir barnið. Já, eins og ég sagði hérna í innganginum áðan, þetta hefur áhrif líka á svo marga, engin manneskja er eyland, ef að móðurinni líður illa, þá hefur það áhrif á sambandi við maka, ef það er að segja að hann er til staðar og það hefur auðvitað áhrif á tengslamyndun við barni, það getur haft áhrif á systkinin sem upplifa vanlíðan hjá móðurinni í tengslum við það að nýtt systkin er allt í einu komið og sem getur valdið aftur á móti gremju, jafnvel systkinana í garð, þessa nýja barn sem að setur allt úr skorðum og svo getur þetta haft áhrif á samskipti við stórfjölskylduna ef að móðurinn fyrir að einangra sig. Það er svo mikið undir og það sem er kannski, sem er hérna mest sem mér finnst verðalega áherslu á, það er bara hvað barn er varnarlaust það fæðist. Og það er algjörlega háð sínum foreldrum eða sínum umönnunaraðila og það sem hefur komið í ljós er að barn þarf jafn mikið á að halda góðum tengslum eins og líkamlegri næringu upp á sinn heilaþroska. Og heilinn er ofboðslega vanþroskaður þegar við fæðumst, alveg svakalega og hann þroskast í tengslunum. Og hvaða bara tauga, hvernig þetta fer allt saman að virka, það fer eftir í umönnun barnsins. Og þá erum við að tala þessa, ekki líkamlega, ekki næringuna, eingöngu, heldur bara atlætið. Og ef við erum ekki sem foreldrar bara í ástandi til að sinna því, þá er barnið að fara á mis við svo mikið sem hefur svo áhrif á framtíðar heilsu þess og getu í bara félagslegu samskiptum, í framtíðinni, í tengslum við fólk. Og jafnvel námslega séð. Algjörlega. Skilur það getur haft líka áhrif á það, þessi þroski. Þessi þroski. Og það er svo margt spennandi að gerast í þessum rannsóknum og þess vegna er þetta svo skrítið að við skulum ekki vera að bæta í, staðan fyrir að draga úr. Og ég er líka svo upptekin að því fyrir ekki grípboltan að einmitt hvað það hefði verið ofboðslega dýrmætt tækifæri að hafa þarna þessar fagstéttir saman því ég er mjög upptekin að því að nú er ég prestur þannig að mitt starf skarast svolítið á við þitt starf og við starf sálfræðinga og fleiri stéttir og við verðum að komast út úr þessari samanburða menningu á stéttum og fara að horfa og komast út úr sjálfhverfinu í það hvað hef ég lært og hvað hef ég fram að færa umfram aðra, skilurðu, og læra að vinna með öðrum stéttum með það í huga að þeir einstaklingar, það eru manneskjur sem þiggja þarna þjónustu, öðlist heilbrigði og það sé markmið númer 1, 2 og 3 en ekki hver er með lengra háskólapróf eða hver er með nýjustu trendin í meðferðum, skilur þú? Og ég tek svo algjörlega undir með það og eins og þetta verkefni, það hefði aldrei verið unnið svona vel eins og það var gert og það var náttúrulega frábært, það kom hérna 2012, það er rétt á hann ég kom þarna, sem var gerð könnun á þessu þjónustukönnun að tæplega 80% notenda voru ánægðir með þjónustuna. Og 80%? Tæplega, ég man ekki hvað var 76 eða eitthvað. Ég segi það er mjög hátt tala. Og fundu fyrir jákvæðum breytingum og sem er gríðarlega mikil svirði. Og þetta hefði aldrei verið unnið nema að því að þetta var svo mikil samvinna. Það var ekki bara samvinna innan heilsugæslunnar, heldur líka við fæðingardeildina, við geðdeildina, við fjölskyldudeild Akureyrarbæjar og þá
þá fólk ekki að hugsa sig heldur sko skjólstæðinginn, fólki sem þarf á þjónustuna að halda og það er það sem svo dýrmætt. Já. Og við erum svo miklu sterkari saman. Það algjörlega þannig og það líka þetta sko, við erum átt okkur á því að til dæmis móður sem líður illa andlega eftir fæðingu sko, segjum að hérna séu 2 mæður og þeim líður báðum illa andlega eftir fæðingu. Þær þurfa ekki endilega það sama þó þær séu að báðar að glíma við andlega sko vanheilsu því að við eigum öll okkar sérstöku sögu og við erum öll með okkar einstaka líkama og boðefna framleiðslu og fortíð og allt þetta sem kemur saman og myndar líðan okkar. Sko önnur gæti einmitt þurft bara að fara til sálfræðings, fara í hugræna atferlismeðferð til þess að glíma við sinn kvíða. Þannig væri hennar mál. Sko hinn gæti bara einfallega þurft á því að halda einmitt að tala við sko fjölskylduráðgjafa vegna þess að grunnurinn hennar andlegu sko vanlíðan er kannski skortur og nánd við makan, skilur, sem gerir hana einmana, sem gerir hana kvíðna, sem gerir hana, skilur. Þannig að sko við verum að átta okkur á því, ég meina það þurfi ekki allir að fara í hugræna atferlismeðferð þó þau séu kvíðnir, skilur við. Og það þurfi ekki allir að sko, ég meina til dæmis í sorg, að því nú eru prestar sem komið mjög mikið inn í sorgina og sorgarfella því það er svolítið inn á okkar sviði, sko, sumir þurfa mjög mikla eftirfylgd og samfylgdu prest í gegnum það. Aðrir þurfa heila bara miklu meira á því að halda að vera með fjölskyldunni sína. Já, og það er svo misjafnt hvað fólk þarf. Já, það er svo ofboðslega misjafnt. Og það sem var svo, og er svo skemmtilegt í þessu starfi, er að geta bara mætt fólki það sem það er. Já. Og sumir þurfa svo bara kannski 2 viðtöl, það bara stilla saman strengi. Já. Þú veist, það foreldrar óöruggir kannski sínu hlutverki, koma úr gjörólíku umhverfi, með hafa bæði einhverja hugmynd hvernig vilja hafa hlutina en er náttúrulega kannski mjög ólíkt. Já. Og þá þarf kannski bara aðeins að einhvern veginn geta rætt það og fundi út úr þessu og svo þessi fókus sem ég er alltaf að tekja á, að hafa barnið með, hvað þarf barnið, að lesa í barnið. Að við áttum okkur á hvað það er dýrmætt og hvað það er mikilvægt. Og meðan svo kannski aðrir hafa þurft miklu meiri eftirfylgd, það er kannski bara sumir búa við það að eiga nánast ekkert bakland. Og þá þurfa bara mikla eftirfylgd og bara svona regluleg viðtöl yfir lengri tíma til þess að ráða við foreldrahlutverkið og þá eigum við að sjálfsögðu að sinna því. Það er svo dýrmætt fyrir framtíð barnsins. Já, og það er bara svo dýrmætt líka að það sé sagt hér, einmitt af 2 fagaðilum, að það er bara, sko, þú ert ekki tapari, sko, þó að þú höndlir ekki alveg aðstæður eftir að þú eignast barn, því það er bara, á streituskalanum er það bara, því fylgir mjög mikil streita að eignast barn. Og það er þessi óorðaða krafa í samfélaginu að þú eigi bara að vera glaður og glöð og náttúrulega bara þakklátt því það get ekki allir eignast börn og þannig að þú skalt bara standa í lappirnar með það og bara sýna hvað þú dánað. Sko, en það er bara svo margt, einmitt eins og þú varst að segja, sem getur blossað upp í kringum þetta allt og fyrir utan það bara hvað þetta er allt í einu mikil breyting á lífum hans, þó þetta sé jákvæð breyting yfirleitt. Sko, að já, þú veist, þú ert ekki lúser, sko, þó að þú upplifir vanmátt í þessum kringumstæðum. Nei, og það er svo mikilvægt að bara opna þessa umræðu. Það er flókið að vera foreldri. Það er mjög mikil breyting á lífi og sérstaklega held ég kannski, það hefur alltaf verið flókið, en hérna í dag við erum svo, það er allir svo uppteknir. Það er svo mikil dagskrá hjá öllum og svo kemur hérna einstaklingur nýr inn í lífið sem þarf alla þína athygli og fólk er ofta ekki kannski búið að gera sér grein fyrir hvað þarf að setja margt til hliðar og þá getur allt getur orðið mjög flókið fyrir par að fara að sortera út úr lífinu eitthvað sem má bíða. Já, og líka því að með umhverfið þannig að sko, stórfjölskyldan er kannski í þeim, sko, það er bara þannig í dag, þú veist, ömmur og afar eru ekki bara eitthvað inn á heimilinu að prjóna, sko. Þú veist, það er bara fólk sem er bara í karriér og hérna hefur kannski ekki alltaf tíma til að hlaupa til
og vinir og vandamenn svona. Þetta ekki eins og samfélagi var fyrir sko rúmri öld eða eitthvað þar sem að var bara hægara tempó og svona fólk var meira sko stórfjölskyldan saman. Því miður það nú breytt sko. Og það nákvæmlega þetta sem hefur reynst mörgum í flóki vegna þess að það svolítið svona gloppa í kerfin okkar. Jú, það þarna fæðingarólof og svo eitthvað slags dagmömmuúrræði og svo leikskóli. En sko það vantar dagmömmur og barnið svo lítið, þú treystir ekki og þú ert kannski að reyna að vera lengur heima og þá það fjárhagsáhyggjurnar og þú veist það svo margir streituvaldar og þá skiptir gríðarlega máli að fólk ná einhvern veginn að ræða þessa hluti og finna flöt á því og átta sig á hvernig best fyrir okkur að leysa þetta. En sko, Heilsugæslan á Akureyri, þú segir þessi 30 ára gamalt verkefni. Sko, það hefur verið svona sporgöngumenn hlýtur að vera þá hér í þessu, af því að sko, ég man bara eftir því þegar ég að eignast mitt fyrsta barn 2002 og maður sko, það var fyrir sunnan, þegar maður var að fara þar á heilsugæsluna í mæðraeftirlit og tala ekki eftir að barnið var hérna fætt og svona. Það var ekkert verið að kanna það neitt eða skima fyrir því hvernig manni líður og hvort maður vildi tala við einhvern, sérstaklega það, sem var til dæmis mjög óhefnilegt í mínu tilviki vegna þess að ég var með bullandi fæðingarþunglyndi. Nokkrum mánuðum seinna reyndar eignast ég sko annað barn og þá farið að sko skima aðeins, það var einhverju spurningalistar í mæðraeftirlitinu og það var svona komið aðeins meira þetta. En þarna 30 ára sko bara reynsla að baki í þessu, þannig að þarna Heilsugæslan hefur haft sko sem sagt bara frumkvæði að því að bjóða fólki að eiga þetta samtal til þess að raunur að skanna hvernig því liði. Já, og þetta nefnilega, og það sem mér hefur fundist svo heillandi við þetta, hvað það voru miklu frumkvölar, þannig að Karolína Stefánsdóttir sem miklu meistari Karolína, ekki sem á dýrmæt manneskja hérna á Akureyri. Já, nákvæmlega, og sem að fer á stað með þetta, með náttúrulega fullt af fólki með sér. Og þá var Hjálmar Freystinsson, hann var yfirlæknir og fór fullt í þetta líka, Sigmundur sem var upp á geðdeild geðlæknir. Sigmundur geðlæknir, já. Hann var handleiðari verkefnisins og fleiri góðir og það var greinilega þegar maður les söguna og maður búinn að kynnast þessu það var greinilega bara einhver svona ofboðsleg samheldni og trú á verkefnið og það tókst bara að búa til eitthvað frábært og ég vona og ég trúi því að því að sko fyrst að það tókst á þessum tíma þegar rannsóknirnar voru ekki orðnar svona miklar á þessum áhrifum, þessu á meðgöngu og þessu fyrstu 2 ár, þetta svona krúsíal tími fyrir barnið, að fyrst að við vitum í dag hvað þetta skiptir gríðarlega miklu máli og hvernig þarf að vinna þetta, þá trúi ég því ekki að það verði ekki lögð áherslu á að vinna tengslamið með börn. Ég bara trúi því ekki. Fyrir sunnan er það gert þarna á miðstöð foreldra og barna. Og hérna... Já, það rosalegur afturkippur og við erum átt okkur því að þetta ekki, þarna ekki verið að spara peninga vegna þess að með því að leggja peninga í þetta, þá það sko styrkja grunninn þannig að þessir einstaklingar, þessi börn, þegar þau koma upp í grunnskólana, þurfa það til minni sko, sem sagt, þá á ég við þjónustu kannski mitt sálfræðinga eða sko félagslega kerfis vegna þess að það var búið að leggja grunni þarna sem svo mikilvægur þessu fyrstu ár. Algjörlega, vegna þess að þessi fyrstu ár hafa svo mikið með það að segja hvernig okkur gengur í framtíðinni í sko félagslega og námslega og svo alltaf komið meira og meira í ljós. Þannig að þetta skiptir miklu máli og það skiptir máli að vinna tengsla með unga börnin og við eigum að nýta það því við vitum það. Og hérna fyrir þetta náttúrulega ægilega skemmtileg vinna. Já, ég meina það bara einhvern veginn segir sér sjálft sko. Að sjá og þú veist að vera með og þetta maður fær fjölskylduna eða sem sagt barnið og foreldrina ef þeir eru báðir til staðar. Og að hérna þegar að vel gengur þegar fólk fer að átta sig á bara já, barnið mitt er að kalla eftir einhverju sko. Þú veist það ekki bara svangt að þarf að sofa. Það kannski þarf bara athygli þú veist sko hvað gerist ef við náum að það kynnast barninu okkar svona pínu litlu og geta hérna svarið að þú veist það sem það þarf skilur. En þetta með tengslin sko hef ég persónulega vitað lengi því að ég segi nú frá því bókinni minni sem ég skrifaði Hugrekki sko saga kvíða lýsi þessu þegar ég fer til
til geðlæknis sko, bara stutt eftir fæðingu frumburðarins sko og leiðir alveg hræðilega sko og og þá vill hún setja mig á lyf sko, þunglyndislyf og ég var svona áhyggjufull og hugsaði með býtu að fer þetta ekki út í brjóstamjólkina og skaða barnið og svona og fór bara að vera rosa kvíðin yfir því. Já, já. og þá sagði geðlæknirinn sko það að þú náir tengslum við barnið þitt vegur þyngra heldur en að það fari hugsanlega eitthvað lyf út í brjóstamjólkina. Og þetta hefur alltaf setið í mér og hugsaði sko já akkurat það skiptir meira máli að móðurinn sko haldi heilsu svo hún geti mynda tengsl og það líka vegna þess að margir sem glíma við bara alls konar veikindi á sko fullorðinsárum bæði andleg og líkamleg sko þau má aftur rekja þessi veikindi til einhver sem kannski gerist í frumbernsku en þú manst það ekki þannig að þú getur ekki sko áttaði á því. Þú veist að það eitthvað sem það áttur sér stað, kannski var mamma þín veik. Já, og þess vegna svo mikilvægt að við, þegar fólk að það hafi góð tengsli sína eigin tilfinningar. Já. Og það næst með því ef þú bara skilur þína sögu. Já. Þú skilur og þú ert ekki bara að loka á eitthvað, heldur það getur alveg sársaukafullt að rífa eitthvað erfitt upp, en að einhvern veginn að skilja það og virða það hjálpar þér síðan í móðurhlutverkinu eða í föðurhlutverkinu. Og það ekki til þess að horfa tilbaka og rifja eitthvað upp til þess að geta ásakað aðra það sem hefur miður farið hjá manni, geta ásakað foreldra sína eða þá sem komið uppeldinu, heldur einmitt til þess að skilja sjálfan sig og af hverju manni líður eins og manni líður. Já, og af hverju maður bregst við eins og maður bregst við. Ég held að langfæstir sé að leita sökudólgum. Já. En sjálfskilningur hjálpar alltaf. Já. Og styrkir mann í foreldrahlutverkinu. Og örugglega líka, því nú færst þú til dæmis líka til þín bara að ég veit að þú ert með þína stofu, sko sjálf, bara þína sjálfstæðu stofu eða rekur þína stofu. Já. Að hefur þetta ekki líka mikil áhrif bara þegar þú ert að vinna með pörum sem eiga í vandræðum eða erfiðleikum í sínu sambandi eða hjónabandi. Að þegar fólk einhvern veginn hefur ekki alveg gengist við tilfinningum sínum og einhverju sem það á uppgert að þá það náttúrulega nærtækt að það bitni á makanum vegna þess að þú ert að þrá eitthvað frá honum til þess að laga hjá sjálfur. Nákvæmlega algjörlega, þú hittir algjörlega á það sko. Það er þessi sjálfskilningur sem maður þarf til þess að við fungerum sem best. Og við höfum svolítið þessa tilhneigingu, já, þetta herti mig bara og misjafnir þrífast börnin best og allt þetta sko. Þetta íslenska sem til er og svona sko. Og bara svo æði við svolítið áfram sko. Það sem að ekki drepur mann, herðir mann og allt það. En þú veist, það er enginn að tala um að það er að vefja börnin í bómull. Nei. Sko þau þurfa að læra að takast á við mótlæti og þau þurfa að læra að þeim er sett mörk og þú veist, þau þurfa það allt saman. En þau hafa ekki getuna til að tempra sínu tilfinningar og við þurfum að hjálpa þeim við það. Já. Og ef við höfum ekki lært það í okkar uppvexti, að þá missir fólk sig bara tilfinningarna bara að fara að stýra og það vantar svona yfirvegunina. Já. Hvernig það þegar í verkefninu á nýja barninu sko, að því ég hef upplifað það til dæmis að því ég nú sko upp í kirkju verið með foreldramótna og þangað koma ég á svona oftast mæður en pappar er líka velkomnir í fæðingarorlofi með börnin sín og þar hef ég stundum notað tækifærið svona opnað á þessu umræðu sko andlega líðan eftir fæðingu og þá bara tekið dæmi af sjálfri mér svona til þess að kannski að því það hjálpar oft fólki þegar einhver segir bara já mér leið svona þá oft opnar það á möguleikana að orða það sjálfur sko og þá kemur stundum, það hefur alveg gerst í öll þessi ár sem ég hef verið með þetta að þá jafnvel konur að opna á þetta í fyrsta sinn þarna, bara því maður orðaði þetta, því maður bara hafði orð á þessu og segja, heyrðu, ég hef ekki sagt þetta við neitt sko, en þú veist, ég bara búin svo langt niðri og ég bara alltaf kemst fram úr á morgnana og ég réttnaði sinna barninu og þú veist, einhvern veginn sko, þá bara koma oft svona lýsingar, þú veist, hjá fólki, þegar að fólk hefur komið þarna á heilsugæsluna þá lítur út fyrir eins og allt sé í lagi og svo kannski færðast sko viðtal við sinn heimilislækni og þá opnast á kannski eitthvað sem að bara fólk hefði kannski aldrei leitað sér hjálpa með. Er það ekki svolítið þannig? Það er algjörlega þannig. Já. Það er algjörlega þannig
og það er þessi feimni, að þetta á að vera svo æðislegt. Já. Svo kannski bara líður þér ekkert æðislega þegar þú bara verið í þessu fangelsi, kemst ekkert út, þú getur alltaf að fara á klósetti að þess að barnið sé einhvern veginn fyrir þér, skilurðu, og svo ferði samviskubit til að vera að hugsa svona. Þú veist, það get ekki allir átt börn og þú átt að vera á einhverju bleiku skýi. Já. En þér finnst þetta bara mjög krefjandi og erfitt og leiðinlegt. Já. Og þá þarf að geta orða það og þá þarf einmitt parið að geta skilja hvort annað. Þarna lendir oft allt í átökum, sko. Já. Að skilja hvort annað og styðja hvort annað. Já. Því það er svo mikilvægt. Já. Og þá er hægt að fara svona vinda ofan af þessu og bara virða sína líðan. Hvað er það sem að þið nú, svona sem er nú bara örugglega, nánast öll pör ganga í gegnum þegar eignast sitt fyrsta barn? Já. Hvort sem að því fylgir einhver depurð eða kvíði eða annað, bara burt sér frá því. Bara það að eignast sitt fyrsta barn. Ég segi stundum við fólk, það er mesta breytingin, sko. Þú veist, þú getur eignast alveg 4, skilur, en mesta breytingin er að eignast fyrsta barnið. Því það er breytingin frá því að þurfa að fókusera algjörlega á einhvern annan frá því að hafa bara verið að fókusera sjálfan sig, sko. Hvað er, sko, hvernig getur maður, er eitthvað svona sem að þú sem fjölskylduráðgjafi sko myndir geta ráðlagt ungum pörum sem að sko til þess að kannski reyna svona að koma í veg fyrir mikla árekstra eða það að fjarlægjast hvort annað þegar þau eru búin að eignast barn, sko, eitthvað sem að ég get ráðlagt parinu ráðlagt parinu svona að undirbúa sig. Það er að ákveða að hvað verkefni þú ætlar að ýta til hliðar, að búa til tíma fyrir barnið. Sko, þú heldur ekkert áfram í öllu sem þú hefur verið í fyrst eftir að barnið fæðist. Og það fólk hefst erfitt stundum að horfast í augu við þetta. En það einfaldar lífið mjög að bara sortera svolítið út, ákveða bara núna næsta árið þá erum við bara að fara í þetta og að eyða tíma saman og það sér enginn eftir því sem gerir það. Nei. Að eyða tíma saman, að kynnast barninu sínu, að hvert eitt og einasta barn er einstakt og sérstakt og maður þarf að gefa sér tíma til að kynnast því, lesa í merki þess, geta brugðist við á viðeigandi hátt og einmitt að þora og vera búin að taka samtalið að þetta getur orðið okkur erfitt. Hvernig ætlum við að tala saman þegar við erum alveg að springa, þegar álagið er ofsalega mikið, þegar við erum kannski búin að vaka, þú veist, það er orðið svefnleysi, það er orðið, þú veist, bara mikið álag. Hvernig ætlum við að tækla þetta? Ég held að það sé ekkert foreldri sem ekki upplifa andvökunætur með barninu sínu. Það taka öll börn tennur og þú veist, það veikjast öll börn einhvern tímann og allt þetta. Og það á ekki að koma óvart. Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, takk fyrir þetta og takk fyrir að gefa okkur innsýn inn í þetta dýrmæta verkefni nýja barni sem að ég vona að verði lagt sko frekar auki fjármagn í og að þessar fagstéttir sko vinni saman að því að hlúa að nýjum fjölskyldum. Því það er bara, hvað maður að segja, þú veist, það er bara hornsteinn samfélagsins. Algjörlega. Það er bara þannig. Og það er alltaf sagt á tyllidögum. Það er alltaf sagt á tyllidögum. Takk fyrir komuna. Við kveðjum hérna í dag og þakkum fyrir samfylgdina. Bið ykkur að fara vel með ykkur í dagsins önn. Bless.